Já, verið hjartanlega velkomin í BH Bikarinn. Þar hefst leikur hjá Davíð Jónssoni og Inga Darvis Rodríguez. Ég heiti Tómas Ingi Sjalton og ætla að lýsa þessum leik með ykkur hér í dag. Með mér þetta skiptið er Harriet Cardú. Harriet, velkomin. Takk fyrir. Gott að fá þig í stúdíóið. Já, gott að vera hérna. Já, ansi spennandi leikur að fara að hefjast. Ingi Darvis eins og flesti vitja Íslandsmeistari í einliðaleik 2020, nýkryndur. Og að Davíð Jónsson, reynslu mikill maður í borðtennisheiminum, var síðast Íslandsmeistari 2018 í tvíleik með Skúla. Harriet, hvað megum við búast við frá þessu leik? Þetta verður bara mjög spennandi leikur held ég sko. Það er líklegt að Darvis vinni vegna þess að hann er náttúrulega Íslandsmeistari 2020 en mjög spennandi leikur samt, skemmtilegur. Heldur betur, Darvis verður að teljast líklegri vissulega, hann er núverandi Íslandsmeistari og búinn að vera að æfa í Noregi undanfarið ár. Á meðan Davíð kannski er að koma sér aftur í gang í íþróttinni, hann svona búinn að vera í smá hliði, búinn að búa erlendis í námi og er núna kominn heim og byrjar að æfa fullu, þannig að við höfum búast við mjög spennandi leik. Já, Darvis er hérna nær okkur í mynd í rauðum víkingsból á meðan að Davíð Jónsson er í bláum ból hérna hinum megin. En svo að fólk ruglist ekki, hann er vissulega ekki í BH, heldur í KR, en kýs að spila í fallega bláa litinu. Hvað finnst þér þetta val? Mér finnst það frábært val. Sammála, mjög flott. Dómari leiksins er góð vinkona okkar Sól Kristínardóttir Mixa. Harriet, frábær dómari hér á ferð. Já, algjörlega. Mjög skemmtilegt. Og hér gefur hann merki að leikmenn verða að hefja leik. Þeir hafa einungis 2 mínútur til að slá inn og það er Davíð sem byrjar góða skemmtun. Já, Davíð með sína frægu tómahokk uppgjöf, við munum sjá þessa oftar í leiknum, skal ég lofa. En Darvis tekur fyrsta stigið. Vel gert. Já, Darvis byrjaði þetta heldur betur. 3-0 komið. Davíð aðeins vandræðum að koma sér í spil. Aðeins að giska sínum færum. Darvis er að skarta líka nýrri hárgreiðslu hér í leiknum. Harriet, hvað finnst þér þetta? Þetta er rosalega hárgreiðsla. Rosalega hárgreiðsla. Öðruvísi. Heldur þetta sé eitthvað trufla andstæðinginn? Það gæti nú bara vel verið en ég held ekki sko. Nei, þú veist aldrei. Maður veit aldrei. Þetta er fyrsti leikur hjá Davíð Jónsson þar sem hann er ekki ljósharður en andstæðingurinn. Það er spennandi að sjá hvernig hann spilar. Já. Darvis byrjar mun betur hér, kominn 6-1 yfir. Davíð verður að finna sér fótfestu í þessu leik. Já. Þeir eru náttúrulega báðir ekki búin að vera að keppa mikið undanfarið. Mikið rétt, það er þetta búið að vera COVID eins og ég held að allir viti. Þetta er fyrsti leikur þeirra beggja eftir langt hlé. Og fyrsti leikur Darvis á keppnismóti síðan hann varð Íslandsmeistari. Já. Það var spennandi að sjá hvernig þessir félagar koma sér út úr COVID-pásinni. Já. Já, það er Davíð aðeins að komast í gang. Það er 6-4, þetta lítur betur út. Kemur fleiri boltum á borðið, aðeins sem er að spila myndast. Gríðarlega mikilvægt að móti leikmann eins og Darvis. Já, einmitt. Flotta bakhendur hér á Davíð. Ég get staðfest það fyrir hlustendur og áhorfendur að hann er búinn að æfa bakmenn mikið núna í sumar. Já. Hún virðist alltaf að skila sér hér í byrjun. Og hann er búinn að jafna þetta 6-6. 5 stig í röð hjá Davíð. Falla staðsendingar hér, stækka borðið vel, lætur Darvis hreyfa sig. Frostið þannig. Nú voru báða leikmenn aðeins betur að komast inn í leikinn. Við höfum búist við þessu líka eftir þess að líður á leikinn. Það verða betri og betri, meira spilaform. Já, einmitt. Náttúrulega býstu ekki við því að maður sé í toppformi eftir að hafa ekki spilað svona lengi? Nei, akkurat.
En það er allt í járnum hér, staðan er 8-8 og Davíð á uppgjöf, þetta getur skipt máli, tæpum stigum, eða tæpum stöðum, segjum kannski. Já, Davíð að gera rétt þarna, komið sér spil en ekki alveg að nýta færi sinn kannski. Darvi segir hann að net. Dómari ekki sammála eða hvað? Jú, ok, smá rugl í gangi hér, þetta var net, það er tekið eftir. Fallegt stig hér. Já. Já, þú vilt nú ekki lenda í fórhund á móti Darvis. Nei. Það verður refsað fyrir það. Þú verður að reyna að koma aðeins meira óvart kannski. Það er satt. Já, það er enn á lífi, 10-9 staðan. Darvis á uppgjöf. Hér er Darvis gríðarlega sterkur. Það er vel gert, 11-9 fyrir Darvis. Darvis tekur fyrst lótuna en kannski tæpara en margir hefur giskað á. Já, það er satt. Nokkuð flott lóta hérna Davíð, en nú fara leikmenn og ráðfæra sig við þjálfara sína. Við sjáum að með Davíð er Tómas Ingi Sjalton þjálfari B-hárin, það mættur þarna. En þeir þetta voru saman í KR áður fyrr og mættur í þjálfaraboxi hjá sem gamla félag. Á meðan hjá Inga Darvis er liðsfélagi hans og góð vinnur Magnús Jóhann Hjartarson. Hvað heldurðu að sé verið að segja við Davíð núna fyrir næstu lótuharrétt? Ég held að það virkaði vel hjá honum að staðsetja vel og koma Darvi svona aftur á borðinu og já, bara svona koma honum öruggum á borðið. Algjörlega, gríðarlega mikilvægt í svona leikjum að koma svolítið í spil, passa að vera ekki að reyna allt of mikið. Akkurat. Já. En þeir hafa núna 1 mínútu til að ræða við þjálfara, það til að dómari kallar tími. Darvis er mættur á undan til borðsins, heldur að þetta sé einhver skilaboð sem hann senda? Ég veit það ekki, hann náttúrulega þannig að Maggi hefur greinilega sagt honum allt áður. Jæja, þeir þekki hvernig inn og út og þegar menn hafa spilað svona lengi saman þá er kannski óþarfa að vera að segja of mikið. Akkurat, ég held að hann viti líka hvað hann á að gera núna. Þetta er líka náttúrulega bara fyrsta lótan. Nákvæmlega, nú eftir, en Darvis byrjar núna, það er 1-0 og hann tekur aftur fyrsta stíð. Kemur með þessa löngu uppgjöf í bakhönd, við sáum að Davíð var í smá vandræði með í fyrstu lótinni. Það gerir hann vel. Smá heppni kannski með netið en það partur af þessu. Já, já. Já, Darvis núna í smá vandræðum, kom boltanum á borðinu í byrjun þessar seinni lóti. En Davíð er komin vel og óvart með uppgjöfurnar, breytir mikið í súnunum, felur líka vel hvaða súnungur er. Já, einmitt. Vel gert þarna hjá honum. Darvis kannski full slakur inn að fyrstu stigum, að leyfa Davíð að stjórna dálítið mikið kannski. Já. Fallegu boltið hana. Mjög. Hann vissi hvort það var að senda löngu áður en að gera það. Hann stóð hérna tilbúinn í bakhönd. 5-1 núna fyrir Davíð, speglun á síðustu lóti. Já, kannski jafnast þetta. Flott stig hana. Já, núna séum að Davíð mun ákveðnari og mun meira tilbúinn fyrir boltana. Þetta er að ganga eins betur,
kannski koma Darvist alltaf óvart, hann virðist ekki vera alveg tilbúin í bolta 3-4-5. Nei. Net kallar Sól hátt og skýrt. Já, aftur net, þetta lágur uppgerð hjá Davíð. Já. Flott bakhönd hjá Darvis. Já, hann með mjög flotta bakhönd. Mjög flotta. Já. 6-2 fyrir Davíð. Net líka hjá Darvis. Svo klúrar hann. Þetta maður ekki vanur að sjá hjá Darvis. Nei. Flott stig hann. Mjög flott stig. Já, þessi gæðir kunna að láta kúluna ganga. Já. Það verður spurning þetta aðeins ekstra, staðsendinguna, auka spinn, eitthvað. Já, einmitt. Ná yfirhöndinni. Já, það mjög mikilvægt. Góð ekki á Davíð hana. Já, við sjáum þessi lótar spilast alveg svipað á síðasta einu byrjun, nema nú það Davíð sem leiðir. Já, einmitt. Öll tök á þessum leik. Það getur bara svo vel, það 8-4. Nær Davíð að klára sig eða mun Darvis byrja að sækja á. Nei, ég veit aldrei. Allavega ekki núna. Þetta svolítið svipað núna því að þetta búið að vera mjög gott spil, sko. Þetta ekki báðir að spila jafn vel, sko, finnst mér. Nákvæmlega. Þetta með betri leikjum sem við sjá hérna í 8 manna úrslitum. Já. 9-4 fyrir Davíð. Hann Darvis á uppgjöf. Gerir góð þarna. Felur vel hvað snúningur er. Davíð missir hana í netið. Já, svo lítið sem hana. Já, svo létt þarna fyrir Darvis. Hann klárar þessa bolta. Já. Og allt í henni 9-8. Já, mjög tæft. 9-9. Við erum komið alveg lótið hér. Já. Já, Davíð leiddi þetta, hvað var, 9-4, 9-5? Jú, 9-4. Já. Já, Allavega hann 8-4. góð ekki hana. Kemst í 10-9. Frábæður skoppaði tvisvar, kom Darvis á óvart og nú þarf hann að vanda sig. Já. Tomahawk uppgjöfin. Aðeins yfir hérna. Vel gert fyrir Darvis en þeir eru komið svolítið spilið það þekkir núna uppgjara vel. Nú eru spurningum næsta bolta. Ætliðu tífur Davíð sleikta hans netun á leiðinni, það er alltaf smá leiðilegt kannski. Já, svolítið. Svolítið svekkjandi. Svolítið svekkjandi, maður þarf að gleyma í strax, halda áfram í næsta. Já, bara næsta stig. Og það er aftur jafnt, 11-11. Fallega gert það. Maður vill ekki bjóða Darvis þessa bolta, sérstaklega í svona tæpi. Hann búinn að vera duglegur að snúa sig við að taka fórhund fyrst mér. Hans helsta vopn kannski. Já. Missir hann yfir hérna. En Darvis tekur lótuna 13-11. Eftir að hafa verið vel undir tíma. Þetta var vel gert sér, hann kom tilbaka. Það var mjög vel gert. Davíð hlýtur nú að svekkja sig aðeins á því að hann á ekki að klára þetta. Hann var með nokkra settbolta, átti séns á að klára, en aðeins framhjá hérna í nokkrum góðum færum. Já. En staðan er þá 2-0 fyrir Darvis og þetta lítur ágætlega út fyrir hann kannski. Já, svolítið.
sjáum bara til hvort að Davíð nær að koma sér inn nokkra lótur, kannski vinna. Nákvæmlega. Hvað finnst þér Davíð þurfa að gera til að taka næstu lótu til dæmis? Ég veit það ekki, kannski, ég meina því að þeir eru náttúrulega báðir svo góðir í að láta kúluna ganga og svona, bara halda því áfram, eiginlega. Halda áfram að spinna og öruggan á borðið, staðsetja vel og svona. Nákvæmlega. Samanlega þessu treysta á sitt spil, koma svo þangað og halda áfram að gera rétt hluti. Hann spilaði nú vel þessari lótu þó hann hafi tapað henni. Já, mjög vel. Mjög vel þar. Darrius mætir aftur fyrstu leiks, tilbúinn í næstu lótu. En Harriet, þú ert nú leikmaður í BH-bikarnum, ekki satt? Jú. Og komin áfram eftir hörkuleik. Já. Hvað getur sagt okkur leikir á móti Agnesi í svona nokkrum orðum? Mér finnst það bara skemmtileg leikur, sko. Svolítið stressandi að hafa ekki spilað eða keppt svolítið lengi, en þú veist, við vorum báðar alveg ekki sérstaklega góður svona spilaformi eða þannig, mótum. En það var mjög skemmtileg leikur, sko. Nákvæmlega. Það er svo spennandi og við hvetjum fólk til að kíkja á þann leik á YouTube-rásin okkar, Borðhildur BH. Já. En leikir eru hafnir hér aftur og það er 1-1 núna, vel spilað hjá þessu strákum. Þeir eru að bjóða upp á góðan leik. Þetta var fullorðinsbakant. Já. Þetta er ekki fyrir alla. Þarna beið hann hættin heim. Davíð verður að halda áfram, ákveðinn í þessu, koma sínu spil í gegn. Ef hann býður Darvis upp á þessa bolta þá verður þetta ansi stutt lóta, held ég. Já. Fjögur eitt Darvis sem við fórskipti. Við sjáum að leikmaður sem alltaf nær okkur í mynd virðist byrja aðeins betri í lótunum. Getur þetta skipt máli hvoru megin maður er? Hvað finnst þér? Ég er ekki alveg viss, en ég veit bara að þegar ég keppti núna í síðustu viku á móti Agnesi þá fannst mér mjög þægilegt að geta hort á þjálfarann og kannski hefur hann eitthvað að segja, en ég er ekki alveg viss, sko. Nákvæmlega, þjálfarinn eru þetta báðir hinum megin í þjálfaraboxinu og snúa að leikmönnum sem er nær okkur í mynd. Þetta getur haft áhrif. Já. Getur sömuleiðis gefa nokkrar bendingar og fullvað sem að halda áfram og svona. Þetta getur verið ákveðið öryggi fyrir leikmenn. Já. Einmitt. Líka bara svona rétt áður maður tekur á móti uppgjöf eða eitthvað þannig, þá getur maður hort og séð hvað þjálfarinn segir. Allt svolítið sniðugt og þægilegt. Nákvæmlega, það getur verið þægilegt. Já. En hér eru leikmennir að kvarta eitthvað yfir brotinni kúlu. Þetta getur gerst, brotnaði mjög leik, sérstaklega þegar þeir slá svona fast. Já. En hér labbaði bara að dómaraborðinu og biðjum leyfum að velja nýja kúlu og prófa hana kannski aðeins. Og við veitum hún er alveg eins og allar hinnar, þannig að það er hægt að halda áfram. Já. Vel gert hérna. Davíð byrjar betur með nýju kúlunni. Hér er Davíð mjög góður, bara einfalt spil. Felur vel uppgjöfuna svo hann gerir hérna lága, býtir næsta bolta og kemur fórnin. Þetta þarf hann að gera meira. Flott bakmyndana. 6-5. Og 6-6. Darvis ekki unnið stig með nýju kúlunni. Nei. Eitthvað hliðhollar er Davíð. Vel gert þarna. Tók alveg stig. Já. Já, vel gert það. Plataði Davíð alveg upp á skónum, þóst að setja beint, smelt honum sem bara þægilegum í bakvend. Það er reyndan ómikið. Við séum að Darvis hann reynir að fela hvað snúningarnir gerir í uppgjöfunum. Hreyfir spaðan mikið akkur þegar hann slær. Þetta getur orðið til hestaklúður nokkuð sinnum. Já. 8-8 staðan hér, enn og aftur, hníf í aftin undir lok lótunar. Já. En Davíð þarf að fara að vinna lótu núna. Akkurat.
þetta byrja alltaf vel hjá einum og síðan jafnast þetta út. Nákvæmlega. Báðir að komast í takt við leikinn. 9-8 fyrir Darvis. Davíð 30 stig og þá snýr hann sér að Tomahawk uppgjöfin í Giskeiði. Og staðsningi Darvis. Já, mjög. Fann hann í vasanum. 10-8 Darvis vantar 1 stig viðbót til að komast í 3-0. Fallegt þarna. Tók smá séns Já. og það borgaði sig. 10-9 núna. Rétt yfir. 11-9, þriðja lotan er Darvis líka, hann er komin í 3-0. Kannski ekki típisku 3-0 leikur, allar lotur farið með minnsta mun. Akkurat. Þetta, Já, þetta getur verið smá pirrandi ef maður er Davíð kannski. Hann er á svona tæft en 3-0 undir. En eins og einn þjálfari sagði, ef maður vinnur ekki síðast stigið þá skipta hinn engu máli. Maður þarf að geta klára lotuna líka. já, akkurat. Það skiptir máli. En Darvis lítur nú nokkuð vel út hérna, 3-0 yfir. Hann er að spila bara nokkuð örugt myndi ég segja. Já. Lítur vel út. Já. Hann veit alveg hvað hann er að gera Íslandsmeistarinn. Og hann er að refsa fyrir mistök hjá Davíð kannski. Mér finnst svona að Davíð þarf að gera alla vinnuna kannski til að vinna stigið. Já, ég er saman að því. Og leið að missa hann aðeins þá það er óþælt með Darvis þarna að refsa fyrir það. Já, einmitt. En nú ræðir aðeins við þjálfarann. Magnús Jóhann segir hann að halda áfram á sömu braut. Hann er að sigla sig í gegn. Davíð þarf að koma örlítið ákveðinn inn kannski. Það vantar bara 1 stig upp á hverju lotu og þá er hann getur verið að snúa 0-3 í 3-0 sko. Já, einmitt. Já, við sjáum að leikmannaþjálfarar geta þessa smitningin af COVID. Það er engin high five á milli lotna eða neitt svona. Nei. Reyna að tryggja 2 metra regluna eins og mikið og hægt er. Við mann rétt að byrja Darvis í þessari 4. lotu. Davíð tekur sér góðan tíma. Heldur í kúluna. Þetta er þekkt tricks, borðtennis tricks. Vel gert. Já, Davíð þarf að vera duglegur, kominn fórni. Hann er búinn að bæta bakvörðina mikið eins og ég var að tala en fórnin er klárlega hans sterkasta vopn. Já. Gaf mér eitthvað að smarsa flipið? Já. Já. Þessi var að leynast þarna. Þessi var óverjandi eins og sumir segja. Já. Líka góð staðsetning. Frábær staðsetning. Tiltónum hann að tiltónum. Það neldan hann á hornið. Já. Það er svona skipta staðsetningar svo miklu máli. Nákvæmlega. Alveg yst, ekki sénsan á þessu. Skiptast á að leiða hér. Darvis er komin yfir. 3-2. Já, Davíð, dálítið flyttist þarna. Hefði getað tekið sér tíma og aftur fórna. Einmitt. Kíslan þetta bakhönd, hann verður að vera skynsamur núna. En það er bara til honum. Algjörlega. Það reynir aftur fórhandar smassa flippið en þessu sinni í netið. Já, Davíð þarf að passi, hann þarf að vera skynsamur, halda áfram að koma sér spil. Já. Dálítið að flýta sér hérna fyrst mér. Þarna var það Darvis.
Hann sefur sjálfan sig að róa sig, ég er sammála. Tæpa þarna. Frábært stig hérna. Skemmtileg bakund á Darvis. Já. Sem að Davíð samt bara smassa beint yfir. Já, frábærlega gert þarna. Við óskum til fleiri svona stigum. Já. Stig leiksins, klálega. Algjörlega. Frábærlega gert í þessu strákum. En nú virðist Darvis vera komin heldur betur í stuð. Það kemst ekkert fram hjá honum. Leiðir hér 7-4. Davíð prófa Tomahawk. Darvis þakka bent fyrir. Mista hann aðeins og langa kannski. Átta 4 fyrir Darvis og 3-0 í lotum. Það er erfitt að vera svona undir. Er það ekki? Jú. Þú þekkir þetta sjálf sem leikmann kannski. Akkurat. Kannski sjaldan svona undir. Samt. Mér finnst 8-4 svona ekki ofslæmt. Ef þetta er komið upp í svona 9-5, þá er þetta orðið stressandi. En mér finnst einhvern veginn 8-4. Já. Já, það er ennþá nóg eftir þá sko. Já. Það hefur smá inni, gætir klúra ennþá smá. Já. Núna er hins vegar 9-5. Aðeins verra. Já, akkurat. Af því að maður pælir ekki í því hversu stutt það er eftir í 9-5. Af því að það er náttúrulega bara 2 stig fyrir hinn. Nákvæmlega. Þannig að það er svona Fallega bakverð þannig. góð staðsending. Hann vissi að þessari uppgjöf. Hefur síðan aður. 10-5. Davíð veit þetta ekki búið reynslufull maður. Hann ætlar að berjast fyrir hver einasta stigi hér. Nú gerir þetta nokkuð vel. 10-6. Fallega klára hann Darvis sem tekur þannig leik 4-0. Já. Kannski ekki típisku 4-0 leikur, eins og vorum að segja. Nei, þetta var góður leikur. Þetta var góður leikur. Þrátt fyrir að hafa tapað 4-0, þá fannst mér þetta samt ekki augljóst. Eða mér fannst þetta ekki svona, þú veist, rúst, alls ekki. Nei, langt í frá. Já. Það var spennandi lotur eins og við sögum að fyrstu 3 ár allar unnust með minnsta mun. Já. En Darvis gerði vel, var allan tíman yfir og bara sildi svo kannski róla í gegn. Já. Gerði eins vel og hann þurfti að gera. Algjörlega. Já, þá er það staðfest að Ingi Darvis Rodríguez er kominn í undan úrslit BH bikarsins og já, fer þar með Magnúsi félagsínum hérna í þjálfarbóksinu og Birgi Ívarsinni og svo kemur það ljós á sunnudaginn held ég nú á þriðjudaginn hvort það verður Magnús Gauti Úlfarsson eða Daði Freyr Guðmundsson sem slæst í undanúrslitin með þeim. En við ætlum að fara að segja þetta gott hér í dag. Harriet, takk fyrir með mér yfir þessu leik. Já, takk æðislega, þetta var mjög skemmtileg. Það var ánægilegt að hafa þig, við fáum þig örugglega seinna. Já, geggjað. Og takk fyrir mig, minnum á það að það eru leikir á 2 daga fresti á BH YouTube-inu, endilega kíkið á það. Takk fyrir.